ég ekkert af því. Nú Steingrímur Ágúst Jónsson tala til okkar gjörðu svo vel. Komið í sæl. Mikið gaman að sjá ykkur. Yndislegt að vera hérna. Sólin hafði fyrir því að koma fram í dag. Bara lýsir á okkur á hvern einstakann. Sólin lýsir ekki bara á alla, hún lýsir á hvern einstakann. Og þannig er náð Guðs að hún er ekki bara fyrir alla, heldur líka hvern og einn. Síðan saman. Allir saman. Snorri byrjaði að tala þverstæðu. Málið er að ég var að skoða orð fyrir daginn, fyrir hvað ég ætti að koma inn í, og eitt af því, það er þverstæða. Í Salmi 18, í 29, þar stendur, já, þú lætur lampa minn skína, drottinn, Guð minn, þú lýsir mér í myrkrinu. Þetta er þverstæða. Lampi minn og Guð lýsir mér. Svo sungum við númer 83 í hörpustrengjum. Ljósins faðir líðum gefur, ljós frá himinn dýrða geim, og hann boðið okkur hefur öðrum lýsa veginn heim. Við eigum að lýsa. Við eigum að vera ljós. En hvernig getum við farið réttan veg ef við höfum ekki ljós á okkar vegi? Það eru margir sem eru ljóstýrur í þessum heimi, gefa sig út fyrir það, hafa lært alls konar fræði, hvað sem við köllum að jóga eða bara almennt undir það sem við köllum svona kukl- og hindurnivitni og nýaldarfræði. Jú, það er ýmislegt sem er hægt að skoða og sjá, já, það er nú vit í þessu. En hvaða ljós hefur þetta fólk fyrir sinn veg? Það hafa ekkert ljós. Margt af þessu fólki það hefur ekki hugmynd hvert það er að fara. Og það er stórmerkilegur vitnisburður konu sem heldur búið á Selfossi, það hún lýsti á kotmóti hvernig Guð hefði leitt hana út úr öllu þessu. Af því að hún hafði ekkert ljós á sínu vegi. Hún hafði lært hitt og þetta, en hún hafði sjálf ekkert ljós til að lýsa henni hvert hún var að ganga. Og það er svo nauðsynlegt. Svo nauðsynlegt að við vitum hvert við erum að fara. Guð er ekki bara, það kviknar ekki ljós af sjálfu sér í okkur. Ef við höfum ekki ljós Guðs á vegi okkar, og þetta er vers sem við þekkjum svo vel úr Salmi 119, hvernig getur ungur maður haldið vegi sem við hreinum? Hvernig? Og nú grípum við til þess og segjum, það er allir menn ungir, karlar og konur, allir ungir, því að við yngjumst upp sem örninn. Gott að grípa í þetta vers þegar maður er orðinn 70 og komin svona, það minna eftir að hér lífinu heldur en búið er, og hér notið þess vel, Guð er svo góður. En það er þetta. Hvað ætlum við að gera í lífinu? Hvernig notum við lífið sem Guð gaf okkur? Jesús var mjög undarlegur með margt sem hann sagði. Það var svo margt sem hann sagði sem að féll engan veginn inn í það sem hann var að gerast á hans tíma. Það var svo margt sem hann var að tala sem að fólk skildi hreinlega ekki. Og lærisveinarnir komu stundum til Jesú og þessu af hverju talar í dæmi sem við skiljum ekki orð af því sem þetta segja. Og einu dæmi þegar hann talar sáðmaður gekk út að sjá, þá segir Jesú, spyrir herri, við skiljum þetta ekki. Skiljið ekki að ég var að tala ríkið? Skiljið ekki að ég var að tala sáðkornið? Ég var í raun að tala það sem í dag köllum við Biblíuna. Ég var að tala það orð sem kemur frá hásæti drottins, það orð sem kemur frá himninum inn í líf okkar.
því er sáð. Við sáum því. Hvað er allt sem búið að sá lengi hérna í Keflavík? Hvenær kom hvítasunnuvækningin, þessi vakning hingað? Það er búið að sá orði Guðs hérna frá árinu 1000 að lágmarki. 1000, yfir 1000 ár. Það er búið að sá. Margir hafa tekið á móti, aðrir hafa ýtt þessu frá sér, en Jesús fer lengra heldur en bara það að við heyrum orðið. Hann segir, þið skilduð það engan veginn. Og mjög merkilegt þegar Jesús segir þessi orð í Matteus 27, 40, 42. Það er Matteus, þegar Matteus 10, 38, ætlaði að byrja, að Jesús sagði, hver sem ekki tekur upp krossinn daglega. Þetta var löngu fyrir krossfestinguna. Þeir hafðu engan hugmynd krossfestinguna. Jú, Jesús hafði nefnt þetta hér og það, að hann myndi enda illa, hann myndi fara verða hitt og þetta sem myndi gerast. En þarna segir hann löngu fyrir krossfestinguna. Hver sem ekki tekur upp kross sinn daglega og fylgir mér, hann er mín ekki verður. Hvað er Jesús að tala um? Hann er að tala um líkingu sem allir á þessum stað þekktu. Það vissu allir að Rómverjar stunduðu þetta að krossfesta fólk. Það var ekkert nýtt fyrir þeim. Það var ekkert nýtt að þeir myndi sjá krossfestan mann. Og á þessar stundu notar Jesús þetta og segir, nema þeir taki upp krossinn daglega. Hvað þýðir það? Nema þið yfirgefið allt, séu tilbúin á hverjum morgni. Og ég hef bæði stundað bara lagt mig niður við að nota þessi orð daglega, svo ég hafa komið tímabil sem ég nota ekki, en ég er alltaf með þetta í hugan. Ég tek upp kross minn í dag og ég segi þetta stundum bara við sjálfan mig, segi við Drottinn, ég tek upp kross minn í dag. Og ég spyr stundum, hvað gerðist í gær sem gerir það þess virði að halda áfram í Jesú í dag? Hvað gerðist? Ekkert sérstakt. Það var einn af þessum góðu dögum sem maður hugsar ekki neitt, er bara í fríi, þannig lagað, er ekkert að pæla í einu en einu. Það var það sem var svo gott. Það var það sem var svo gott, að geta lifað áhyggjulausu lífi. Það þurfi ekki að hafa áhyggjur á hverjum degi, enda segir Jesús, hafi ekki áhyggjur á morgundeginu. Veri ekki að pæla í því hvað kemur svo. Njóti dagsins. Það segir þessi dagur. Þegar við förum að sofa á kvöldin segir, ég fekk nóg að borða í dag. Ég gat sinnt mínu starfi, ég var heilbrigður. Ég gat átt þjónustu ég gat spjallaði konuna mína, ég gat leikið mér við börn og barnabörnin og þetta var góður dagur. Sumir dagar eru hreint ekki góðir. Og ég hrökk við þegar vinur okkar tala hérna ákveðna dagsetningu, 27. maí 1996. 27. maí. 4 dögum seinna dó sonur minn af Keflavíkurvegi. Var það vondur dagur? Það var dagurinn sem ég vissi nákvæmlega Guð er með mér. Það var dagurinn sem hann sagði, ég mun aldrei sleppa þinni yfirgefa þér. Það var dagurinn sem ég sagði, ég tek kross minn. Jesús sagði, ég mun aldrei sleppa þinni yfirgefa þig. Og það var á þessu. Mikið er fegin að Jesús steig ekki niður á krossinum. Þeir stóðu frammi fyrir Jesú, þar sem ég hef á krossinu, sannaðu að þú sért Guð. Sannaðu að þú sért sá sem þú hefur verið að tala um að þú sért. Ég skal.
þá skulum við trúa á þig. Stígðu niður á krossinum, hjálpaðu okkur. Og annar ræningjarna segir, heyrðu, stígðu niður á krossinum og hjálpaðu okkur. Hann var ekki að hugsa neitt nema sjálfan sig. Þetta er kannski eina von mín að geta lifað það. Það er að þessi maður geri eitthvað. Hann hafði ákveðna trú til Jesú. Hann hafði heyrt af honum, hann hafði séð af honum. En hann tók hann ekki persónulega. En hinn sagði, ég er hér með sönnu og réttu. Ég fæ minn dóm af því að ég gerði það sem illt var. Pröfa að stíga niður. Hann baði Jesú ekki að stíga niður. Hann sagði bara, mundu eftir mér þegar þú kemur ferðin í dýrðina. Í dag skaltu vera með mér í paradís, segir Jesús. Amen. Drottinn er svo góður. Orð krossins. Hneyksli krossins. Orð krossins er heimska, segir Páll á einum stað, þeim sem glatast. Hneyksli krossins. Og í Filippíbréfinu talaði að vera óvinir krossins. Að vera óvinur Krists. Ekki bara Krists. Heldur óvinur krossins. Og það er það sem er þetta stundum svo hræðilega. Krossin, hann er svo ljótur, hann er svo hræðilegur. Geti ekki sleppt krossinum. Og sagt, Jesú var nú besti kennari í heimi. Enginn hefur kennt eins frábærlega á hann. Hann er einn af þessum stóru hugsuðum heimsins. Buddha, Múhameð, Allah, ekki Allah, hann er Guðinn. Og svo kallum við í dag alls konar menn til sögunar sem ég kann ekki að nefna, en til þess ég nefni þó Dalai Lama. Og það, þetta er stóru hugsuðir heimsins. Og Jesú er stundu settur í línu með þeim bara. Hver þeirra dó fyrir syndir okkar? Það er bara einn í röðinni. Enginn hinn gerði neitt. Lagði neitt á sjálfan sig til þess að verða öðrum til góða. Mikið er ég glaður að Jesús steig ekki niður á krossinu. Þannig fengum við frelsið. Þannig fengum við loforð Guðs. Þannig verðum við upphafin. Við upphafin. Og versið sem ég las. Að ljós ykkar lýsi já, þú lætur lampa minn skína, Drottinn, Guð minn, þú lýsir mér í myrkrinu. Og svo kemur hérna, því að fyrir þína hjálp brýti ég múra, fyrir hjálp Guðs míns stekki ég yfir borgarveggi. Ég get gert svo ótalmargt vegna þess að ljós Guðs er í lífi mínu. Takja á móti ljósi Guðs, látið það skína í lífi ykkar. Látið ljós ykkar sem af því kemur skína fyrir aðra. Drottinn bless ykkur. Það er svo yndislegt að vera með ykkur, það er gott að vera, finna anda Guðs bara. Koma, vera. Ég mun aldrei sleppa þenni, yfirgefa þig, sagði Drottinn. Amen. Takk ykkur innlega fyrir, þetta var bara virkilega ánægilegt. Eitt sem ég vil bara bæta við, ekki að vera voru rangborður. Það er frábært að hafa svona vitnisburði á meðal okkar. Það sem Bergsteinn Ómar talar fingur Guðs sem hann snertir í sig. Steini vitnar hvernig Guð hefur snert við honum og þið öll hafið meira og minna þessa snertingu, þessa reynslu að það var Guð sem umbreytti og það var Guð sem gerði
sjálfa sér dýrlega í ykkur. Ég vissi ekki að þetta var í lok maí, jú ég man hann eftir þegar Sigurður fór. Ég var eitthvað að pæla hvort það var í lok maí eða lok júní, en það var bara nógu sátt þegar þetta gerðist. Ég vissi ekki að Bergsveinn Ómar hafi verið að glíma við tóbaki og bara lofa, en það var drottið sem bara tók í burtu. Og þið eru mörg með einmitt svona vitnisburði. Þið voruð að glíma, svo komst Guð að og hann tók þetta í burtu og hann gerði það. Heyrið annað við því. Amen. Og það er sagt í Davíðssálmi 84, sælir eru þeir menn. Þetta er stórmerkilegt orð. Sælir eru þeir menn finna styrkja á þér, þeir hugsa til helgigöngu, þeir fara gegnum táradalinn, umbreyta þeir honum vatnsríka vin. Þetta eru vitnisburðin sem við höfum. Fyrst þið komið þetta upp, ef við ekki standa upp og syngja þennan sang. Þið kunnið það, er það ekki? Það er nú nefnum. Þannig getum við tekið undir bæði það sem Davíð segir. Sælir eru þeir menn sem finna sem hjá þér, finna styrkleik og þeirra þrá að ganga veg þig, þeir ganga gegnum táradali, breytist hann í tæra lindir, haustregnið hylur hann, blessun endalaust, blessun endalaust. Fá þeir kraft, ganga þeir fram fyrir Guð á Síón. Haustregnið hylur hann, blessun endalaust, blessun endalaust. Sælir eru þeir menn sem finna sem hjá þér, finna styrkleik og þeirra þrá að ganga veg þig, þeir ganga gegnum táradali, breytist hann í tæra lindir, haustregnið hylur hann, blessun endalaust, blessun endalaust. Á göngu fá þeir kraft, ganga þeir fram fyrir Guð á Síón. Haustregnið hylur hann, blessun endalaust, blessun endalaust.